gaman að fá þig hins og náttúr. Gaman að koma náttúr. Ég var svona pæli áðan hvað ég ætla að byrja og mér datti ykkur að byrja á Bjarna, sko. Hann var hérna hjá mér daginn og svo sá ég að hann var eitthvað svona talundu fyrir alltaf ekki svona 3 dagar síðan, 2-3 dagar. Það sem hann var... Á flokksráðsfundinum. Já, því þú hafði verið að segja að hann væri vinstri stjórn. Já. Og þá sagði hann að þú hefur aldrei verið hægra megin við hann í neinu eða í mandarétt. Nei, ég hef kannski ekki verið hægra megin við gamla sjálfstæðisflokkin en nýji sjálfstæðisflokkurinn hann hefur bara rekið svo langt af leið að hann kominn að mínum mati til vinstri við miðuna og þá ég einhverjum að tala forystuflokksins, þingflokkin og hvernig þeirra var nálgast pólitíkina. Þetta kenning sem að ég held að sé ekki lengur hægt að kalla það kenningu, ég held bara orðin staðrind sem að ég hugsanlega nefndi hérna í síðasta þætti þeir eru voru saman að pólitíkin hefur rekið svo langt af leið, svo langt til vinstri að gamli hægri vinstri ásinn virðist ekki verið gildi lengur og sjálfstæðisflokkurinn hefur allengi verið að færa sig meira og meira yfir í það að líkjast samfylkingunni. Það eru mörg ár síðan ég fór að tala að sjálfstæðisflokkurinn væri farin að líkjast samfylkingunni eins og hún var 2007. En nú hann kannski bara að reyna að líkjast samfylkingunni eins og hún núna og í sumum málum jafnvel til vinstri við hana. Og það búið að vera furðulegt að sjá þetta gerast. En þetta trend sem að við sjáum svo sem víða að flokka eins og sjálfstæðisflokkin langar að reyna að vera að eigin mati nútímalegir og telja leiðin til þess sé að fara að elta ímyndarstjórnmálin, vókiðið og allt þetta. Ég sagði þetta við Bjarna, ég sagði að mínu mati hafa allir stjórnmálaflokkar á Íslandi orðið of mikið vókinu að bráð að ykkur miðflokkum kannski undanskildum og það er svona þessi vinstri hægri ásar sem við höfum alltaf talað svona ásarni núna eiginlega meira það var svona annar ásinn þessi vók ás svolítið. Já. Og þá spurning hvað hinn ásinn og það hefur orðið kannski svolítið svona konservativ, svona meira í íhaldsátt og að ég samsama með mjög lítið vók ásnum í eiginlega neinu, sko. En síðan hef ég stundir staðið með því, sko, ef ég að fara að máta mig við hinn ásinn, að þá finnst mér samt þar eins og til dæmis, sko, aukin vopnaburður lögreglu, sýnileg, vopnalögreglu, þar ég ekki... Þar væri ég kannski sammála vókfólkinu, eða ég veit það ekki. Já, þú hljóman bara eins og svona gamaldags skynsemishyggju maður. Maður sem að kann að meta það sem var gott á Íslandi fyrir ekkert svo mörgum árum síðan. Eins og bara, þetta var friðsælt land. Já, og lögreglan þurfti ekki að vera vopnuð. Sorry, ég að grípa fram í fyrir það, en ég var að koma bara í gær fyrir þetta veitingastað, þar sem voru svona take-away veitingastað, sem eru 2 lögreglumenn með skambissu við búðaborðið. Og ég labbaði upp að öðru þeirra og spurði, þetta löglegt? Og þeir svo, já, þetta bara svona. Og ég held að þetta væri ekki... Ég hef ekki heyrt að þessu áður. Nei, og hann alveg samfærið að þetta væri bara samkvæmt öllum reglum og ég get ekki vannist þessu, sko. Að séu skambissu, menn með skambissur að rölda það sem fólk að borða einhverja núðlur, sko. Nei, okkur Íslendingum, okkur finnst þetta óþægilegt. En ef þú missir tökin á því hvernig samfélagið þróast, ef þú víkur svona frá þeim grundvallar gildum sem að voru sameinleg með meira og minna öllum á Íslandi og meira sér að glæpamenn svona dróa ákveðin mörk, sko, hvað væri eðlilegt. Algjörlega. En ef þú víkur frá þessu öllu, þá verða viðbröðin bara vopnuð lögregla á leyniþjónusta. Ef það dugur ekki lengur að hafa gerjón til að taka í nakkadrambið á þeim sem að haga sér illa og senda hann bara heim í háttinn, tala hann til. Og þetta finnst mér, óhugnarleg þróun sem við þurfum að ræða miklu meira, en eitt af þessum stóru málum sem að menn eru hvað feimnastir við að tala af einhverju alvöru. Þeim stærri sem málin virðist mér,
þeim mun smeykar eru menn við að ræða þau. Af því að pólitíkin hefur fæst yfir í þessa umbúðamennsku og þá getur stundum orðið mjög óþægilegt að ræða innihaldið. Og nú náttúrulega hefur við séð marga óhugnanlega atburði á Íslandi síðustu vikur og misseri. Já, bara svona eitt svo óhugnanlegasti bara núna helgina bara þar síðustu. Svo hræðilegt að maður bara getur alltaf að hugsa það. Þetta er bara ofsorglegt. Já, en samt verður maður einhvern veginn að hugsa það til þess að það sé hægt þá að bregðast við og þessi hrikalegi atburður þá vonandi verið til þess að þeir verði ekki fleiri með sama hætti. En hvaða stóru mál er þetta sem þú ert að tala um að stjórnmálamenninni vilja ekki tala um? Stóru málaflokkar. Í rauninni bara er fylgni milli þess hversu stórt málið er og hversu lítið má ræða innihaldið. Tökum sem dæmi umhverfismálin og loftslagsmálin. Þau eru orðin eins og bara trúarbrögð og tekið mjög grimmt hart á því ef að menn fara út fyrir bókstafinn þar. Útlendingamál, innflytjendamál er annað og þar er oft fyrsta viðbragðið að ráðast á menn sem að spyrja spurninga hvernig er haldið á þessu með því að saka þá rasisma eða einhvað slíkt. Jafnvel þó að kynþáttur komi ekkert inn í þetta að mínum mati. En það er bara svona leið til þess að finna neikvæðasta stimpil sem getur fundið til að slá á umræðuna og loka á hana. Og þá þróast hlutnir áfram til veri vegar. En þá má meira segja að taka bara hluti eins og ríkisfjármálin, útgjöld ríkisins. Og þegar menn benda á hvað þessi ríkisstjórn hefur eitt óhemju miklum peningum. Slegið öll met í ríkisútgjöldum, ekki í staði við nein fyrirheitum að byrja að spara og greiða niður skuldir. Að þá er svarið bara þetta, já, ertu á móti heilbrigðisþjónustu? Ertu á móti menntakerfinu? Frekar en að það hefjist alvöru umræða í hvað allir þessi peningar fara, af því að ég er mjög forvitin það. Hvernig þessi ríkisstjórn náði að eyða svona óhemju fé en fá ekki meira fyrir. Er menntakerfið orðið betri en það var? Nei, greinilega ekki. Það er nú mikið umræðinni núna sem betur fyrir loksins. En þá er En þú talar um þessa ríkisstjórn sem ég skil alveg, þú ert náttúrulega í stjórnarandstöðu og allt það, en fyrir mér sem svona horfandi á þetta sem áhorfandi í dálítið langan tíma, það finnst mér að næstu eins og lögmála allar ríkisstjórnir þenja útgjöld, auðvitað mismikið og svo er það eins og eitthvað svona tregðulögmál það er aldrei hægt að taka það tilbaka, þannig að þegar þú ert að tala um þetta, ég veist að bara ef ég færi stjórnmál þá myndi ég næstu því vera eins og þessi svona sem eru kallaðir verstu hægri öfgamennir að ég myndi bara segja það bara fara og stokka allt upp. Já, eins og mér leysaði að fuera. Nákvæmlega. Það er kannski það sem þarf í svona tilvikum. Bara, við erum öll sammálum, við viljum gott heilbrigðiskerfi, menntakerfi, vegi. Þú veist, talandi um þessa vókbylgju, þá er það allar þessar stofnanir og nefndir og þessi nýji iðnaður sem er orðin til í kringum hitt og þetta og einmitt eins og útlendingamálin að það má ekki ræða, einn vinkil sem ég veist ekki mikið hafa verið ræddur er að þetta er farið úr 500 milljónum ári upp í eitthvað 26 til 40 milljarða. Já, bara beinikostnaðurinn. Bara beinikostnaðurinn. Þá gefur spurningi, hvað er stór prósent að þess að fara í íslenska lögfræðinga, til dæmis? Þetta er bara orðin iðnaður. Þetta er iðnaður. Þetta er reyndar mjög mikilvæga punktur sem þú nefnir hérna, að það byggist upp iðnaður í kringum þessa hluti og ég myndi gjarnan vilja fá að koma inn á þá eftir, en vildi þó í millitíðinni minna á að hér var ríkisstjórn sem einsetti sér að ná tökum á ríkisfjármálum og tókst það og náði mesta viðsnúningi í sögu ekki bara íslenskra efnahagsmála heldur þótt víðar væri leitað og langt aftur í tímann. Og á meðan við vorum að vinna þessa vinnu þá ákvaðum við að spara og skila hallalausum Er það þegar Vigdís Hauks og Guðlaugur Þór voru yfir fjárlaganefndinni? Vigdís var formaður fjárlaganefndar, þau tvö voru í sérstakri nefnd hagræðingu ríkisrekstri en hins vegar þá var náttúrulega
aðalatriði það að ríkisstjórn væri með það raunverulega á stefnu sinni að spara og fara betur með peningana, og svo auðvitað náðum við þessum árangri gagnvart vogunarsjóðunum sem skiluðu að, já, nú verði kannski, ég veit ekki, 1.200 milljörðum sem að gjörbreyttu efnahagsstöðu Íslands. En fram að því, það var alltaf sagt, eða ég að minnsta kosti, við þurfum sko, að sýna vilja ríkisstjórnarinnar til þess að fara vel með peninga og spara. Og þannig til dæmis 2014 gaf ég eldri borgurum loforðum að þegar við værum búin að fara í gegnum þessar aðgerðir, þá myndum við rétta þeirra hlut. Og fleira þurfti að bíða, og oft á þessum tíma hugsaði ég, hvað gæti maður gert með auka 35 milljarða í viðbót? Svo kemur þessi ríkisstjórn og hún eyðir langt umfram nokkuð sem áður hafði sést, 100 milljörðum, 200 milljörðum, 300 milljörðum umfram. Svo kemur COVID inn í þetta, en þá tilkynntu þau í þinginu að nú þyrfti að fara í veruleg útgjöld vegna þessa ástands, sem að var skiljanlegt, því að ef að ríkið að loka fyrirtækjum, koma í veg fyrir að þau geti búið til verðmæti, þá þarf ríkið að bæta það upp. En slíkt óhjákvæmilega leiðir til verðbólgu. Já, prenta peninga á meðan það dregur verðmætasköpun, þá leiðir til verðbólgu. En þá fylgdi sögunni frá ríkisstjórninni, leið og við erum komin í gegnum þetta ástand, þá verðum við að byrja að spara. Þá verðum við að draga úr þessum útgjöldum. Það var ekki. Raunin var svo að auka útgjöldin vegna heimsfaraldurs og lokunar á framleiðslu í landinu að miklu leyti mynduðu nýtt gólf í ríkisútgjöldum sem að svo bara var byggt ofan á og enn verið að byggja ofan á núna, og nú stutt í næstu fjárlög, kosningafjárlög þessari ríkisstjórnar, og ég bara kvíði því að sjá hvað þar birtist, að því að það vantar alla heildarsýn hjá þessari stjórn. En hvar væri, ef við tökum bara praktist núna, hvar að þínum að þetta væri bara fyrst, eða væri verið að fara með niðurskurðarhnífin í hið opinbera, hvar svona augljóst að það eru bara einhver lög af smjöri sem væri hægt að taka í burtu? Já, sko, númer 1, búin að grafa og njótt djúpa hólu hægt að grafa. En þessi ríkisstjórn ekki hægt að grafa. En það er nákvæmlega eins og þú bentir á hann. Það er orðin til svo mikill yfirnaður í kringum alla vitleysuna. Einmitt. Og það verður alltaf fleiri og fleiri sem að hafa hagað því að viðhalda óbreyttu ástandi eða auka á útgjöldin. Og fyrir vikið er alltaf fleiri og fleiri til að andmæla því þegar á að taka á hlutunum. Í loftslagsmálunum, í hælisleitendamálunum eða öðru. En þess vegna er svo augljóst í mínum huga að stjórnmálamaður sem ætlar að gera eitthvað að viti í dag, hann þarf að vera tilbúin að taka á sig vind. Óhjákvæmilega. Það bara er þannig. Já, og þeimun meiri verður mótspyrnan sem að þetta kerfi allt vex. Vandamálabransin, eins og ég kalla hann stundum. Við erum í lausnabransanum, en vandamálabransin er hraðast vaxandi bransin á Íslandi. Og sá bransi vill alls ekki sjá ákveðin hlut, hann vill alls ekki sjá lausnir. Hvað er vandamálabransin? Það eru allir þeir sem að vinna í því að útskýra fyrir almenningi að þeir þurfu meiri peninga til að fást við einhver vandamál sem að þeir svo magna upp og finna stundum upp sjálfur. Og það eina sem þessi bransi vill ekki sjá eru lausnir, af því að það dregur þá úr vægi þeirra. Það dregur úr mikilvægi hlutverks þeirra. Til dæmis bara í jafnréttismálum. Já, ég ætlaði einmitt að nefna þann málaflokk. Já, það eru alltaf bakslag, og það er reyndar sameiginlegt með vandamálabransanum. Það er alltaf bakslag. Og menn komast herra og herra á einhverjum alþjóðlegum mælikvörðum ár eftir ár eftir ár, en svo finna menn alltaf einhver bakslag, einhver tilefni til þess. Einhver í Hveragerði skrotar á einhverju götu og þannig komum bakslagið og nú þurfum við meiri peninga til að þetta er mjög góða punktur. Hvað segir þá teóriu mína sem ég er aðeins búin að vera svona móta, að
hið raunverulega bakslag, ef það eitthvað bakslag. Fyrsta lagi sko leiðist mér þegar þetta orð er notað, af því að þetta orð er mjög ofnotað og eins og þú segir, með til dæmis með hennar regnbogafáni Hveragerði, þá fyrir mér bara ölbiti að þetta var bara eitthvað krakkakjáni eða eitthvað einn hálfviti, þú veist, akkur er það bakslag? Akkur er það bakslag? En segjum nú sem svo að það sé raunverulegt bakslag í gangi, það sé bakslag gegn hinsegin fólki og það sé bakslag sem snýra rassisma. Ef það er í alvörunni bakslag, þá er ég með þá teóríu að fólki sem er að búa til bakslagið eru kyndilberarnir sem tóku málstað sem í grunninn er mjög góður, fóru með hann í svo miklar öfgar og urðu það í raun og veru bara herska á í að gera allt venjulegt fólk að rassistum eða hommahöturum með einhverju þaðan að vera, að þau er að búa til bakslagið með öfgónu sínum. Það er að segja, ef það er að verða til eitthvað rasism á Íslandi, þá er hann að einhverju leyti búinn til af fólkinu sem er búinn að vera að segja, það er bara allir að koma hingað, ríkisbeinin á bara að vera opin fyrir alla, sem getur síðan verið bara að það er kannski einhver sem er bara á rosa erfitt með að borga reikningana sín og er í 2 vinnum og hann bara verður alltaf í einu rosa gramur út í innflytjendur sem veðast að fá allt upp í hendurnar og kannski byrjar þá að verða smá í þá slags í að hann verði pínur rasisti. Hver bjóð þá til bakslagi, sko? Nákvæmlega, og svo þessi ofnotkun stimplana, orða eins og rasisti eða hægri öfga, þá fara einhverjir bara á endanum að hugsa, nú er ég þá bara hægri öfga ef ég hef þessa skoðun. Þannig að það verður svona að draga úr vægi þessara mikilvægu orða. Algjörlega. Og einhver sem bara eins og þetta dæmi sem þú nefndir, sem hann bara hefur ágjör af eigin stöð og fjölskyldu sinnar og sér eitthvað sem hann upplifir sem óréttlæti. Það er bara verið að segja honum að þá sé hann hægri öfgamaður og hann fer bara að hugsa að hann sé þá hægri öfgamaður. Og hvert er hann þá að leita? Já, hann þurfi þá að leita til annara hægri öfgamanna. Já, þá getur verið eins og bara í mótmælunum óerðunum í Bretlandi að það eru kannski innanum raunverulegir, sannarlegir hægri öfgamenn, en það er talað við allan hópinn eins og þetta séu allt sko öfgafylsti hlutin af hópnum, en þarna er líka bara ofboðslega mikið af venjulegu fólki sem upplifir að það hafi enginn hlustað á þau rosa langa tíma. Og það er svakalegt að sjá hvað er að gerast í Bretlandi þegar að þessi nýja ríkisstjórn og reyndar var sko svo fyrir nú ekkert mikið betri með að hafa stjórn á þessum málum, en þessi ríkisstjórn Keir Starmer bara tekur upp á því og hann tilkynir það í ræðu að þetta séu allt rasistar og þeir verði eldir uppi hvort sem menn voru þarna í einhverjum mótmælum eða skrifuðu eitthvað á Facebook eða deildu einhverju gríni hversu fyndið eða ófyndið sem það kann að hafa verið að menn verði bara eldir uppi og dæmdir í steinin og þetta muni gerast hratt og dómstólarnir bara fylgja þessu og einhverju ákærður á 24 klukkutímum 2-3 ára fangelsi fyrir einhvað sem þú deildir á Twitter. Ég vissi að lögreglan var að banka upp á fólki, er verið að dæma fólk í fangelsi? Það er verið að dæma fólk í fangelsi núna, oft er þetta á milli 2 og 3 ár. Ég skal nefna dæmi. Maður sem að var með enska fánan, einhvers staðar í grennd við mótmæli við einhverja, ég held að það ekki verið moska, heldur einhvers konar samkomu miðstöð muslima. Hann var dæmdur í yfir 2 ára fangelsi. Fyrir að vera með fána? Já, fyrir að vera með fána á þessum slóðum. Strákur, 15 ára strákur, 15 eða 16 ára, sem horfði á mótmælin. Það er einhvers staðar annars staðar. Ákærður fyrir að hafa hort á mótmæli. 2 samkynhneigðir menn lentu í svipuðu, þeir höfðu verið í bingo og voru rölta heim og staldra við það sem eru einhver ólæti og fylgjast með þessu, tekin myndaðim, þeir eru eldir uppi fangelsi 2-3 ár. Þetta er orðið algjörlega brjálæðislegt og svo óhugnulegt. Mér fannst nógu brjálæðislegt að heyra bara því þetta sem þú ert að nefna núna eru dæmi sem ég hef ekki kynnt mér en ég er búin að kynna mér þú veist þetta að lögreglan sé að banka upp á hjá fólki og að handtaka þig fyrir eitthvað sem þú settir inn á samfélagsmiðla. Það eitt og sér finnst mér bara að vera orðið svona orwellískur veruleiki. Já. Og ekki bara einn lögreglumaður að banka og spyrja varstu nú að gera eitthvað að þér á samfélagsmiðlum? Nei, það eru 5-6 löggur.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.